Bílskúrar eru oft ekki merkilegir á að líta að utan, en þegar betur að gáð, þá geyma þeir oft magnaða hluti og sögur. Það nefnilega innihaldið sem skiptir máli. Á Egilsstöðum finnum við bílskúr þar sem verið að smíða mótor þríhjól, sem í sjálfu sér merkilegt verkefni, en það sagan á bak við smíðina sem gerir hana enn áhugaverðari og fallegri. Aðdragandi var nú aðalega sá að fyrir ríflega ári síðan þá verður kona mín veik. Hún var búin að finna fyrir vefjagigt dálítið áður og fannst hún í rauninni ekki vera geta valdið hjóli eða haft stjórn á mótorhjóli, orkuleysi, þreyta, sársauki í vöðvum og fór þarna að tala að kannski væri bara best að selja þetta og við sátum og sváðum aðeins á því og svo allt í einu kemur þessi hugmynd bara hérna upp yfir kaffibolla en ef við breytum þessu bara í þríhjól, hvernig myndi það virka? Nú, við vissum ekki hvernig hún myndi ráða við svoleiðis hjól þannig að það var bara ákveðið að prófa að smíða þetta og sjá til. Það var aldrei inn í myndinni að fara að sitja bara eitthvað aftan og þú vilt keyra. Ég búin að hafa próf síðan ég var 18 þannig að ég ökumaður, ekki farþegi. Og mitt hjól bara með einu sæti þannig að ég hef stundum sett á það sæti til að taka farþega en það bara ekki pláss fyrir hann, hún verður bara að berga sig sjálf. Þetta svolítið meira en að segja að sitja á mótorhjóli, þetta ekki bara að íta á bensíngjöfuna. Vindmóstaðan og halda sér og svo náttúrulega bara þetta reynir á ótrúlega marga vöðva. Fyrstu rúndarnir á vorin að maður ansaumur eftir fyrstu dagana. En hún segir okkur eins frá þessu stykki sem þið eru að smíða hérna. Stykkið byrjaði nú upprunalega þannig að við fengum hásingu senda frá Ali frænda í Kína og hún var undan fjórhjóli með palli þannig að við reiknuðum með að hún væri nógu sterk. Svo kom hún hingað og við breikkuðum hana til þess að uppfylla útreikningar sem við höfum framkvæmt til þess að finna út hvað væri besta breiddin eða lágmarksbreidd til þess að tryggja stöðugleika. Þegar svo reyndi á, þá var hún ekki jafn vel smíðuð eins og við vildum hafa hana. Við vorum búin að vinna hérna 3 vikur, hver einasta kvöldi og hver einastu helgi við það að smíða og svo eitt kvöldi þá hendum við því bara öll út gluggann, basically, og byrjum bara upp á nýtt og héldum þá því eina bara mismunadrifinu úr hásingunni. Það nauðsynlegt að hafa mismunadrif í svona hásingum eins og þessari. Og smíðum allt frá mismunandrifinu út í hjólnöfin, en hjólnöfin eru af lötu fólksbíl sem við fundum hérna út í sveit og fengum að hirða undan. Þannig að Rússland og Kína eru hérna búin að sameinast á Íslandi. En þó að þetta allt saman sé gert fyrir þig, þá eru þeir feðgar nú samt að njóta sín alveg í þessu öllu saman. Ég stundum sit hérna bara og hlusta á það og brosi breitt. Það yndislegt að hlusta á það þegar þeir eru að stúdera. Þeir njóta sín svo í botn. Þeir eru ekki að telja tímana meðan þeir eru að vinna í þessu? Nei, veistu, það með öll svona hobbyverkefni maður setur það fyrir sig að það þarf að kaupa svona hásingu til dæmis erlendis frá, þá eru þetta svona $3.000 og svo myndi fara hún að það virðisaukaskattur og annað þegar kemur til landsins. En hins vegar þegar maður fer út í sveit, sker hásingar undan einhverjum gömlum bíl þar sem orðinn svo ryðgaður og notar það í eitthvað. Gegn frosinn, já. Veistu, maður telur ekki tímana í þessu eða í áhuga málum yfir höfuð. Það ánægjan af því að smíða þetta. Sjá þetta verða til. Já, en ef maður fær að reikna sér eitthvað tíma að kaupa í þessu, þetta alltaf mikið dýrara heldur en það þetta annars að bara kaupa þetta. En það þarf að hanna þetta og smíða þetta, það þarf að reikna þetta út. Það hellingsvinna á bakvið svona. Já. Við reyndar höfðum voðalega lítið annað en eina doktorsritgerð í burðarþolsverkfræði við einhvern háskóla í Bandaríkjunum sem ég fann og þar voru settar niður formúlur fyrir lengd, breidd og eins svona aðeins sverleika og svo tókum við svona svolítið íslenska stílinn á þetta þar sem allt smíðað bara vel nógu sterkt. En jólin, þau verða þau í raun ekki í desember hjá þér, þau verða þau getur sest á hjólið? Algjörlega. Bara þetta svo mikið frelsi, keyra hjóli. Það lítur líka að vera öðruvísi heldur en að hafa bara keypt nýtt hjól sem við fengið að geta setið á þessu hjóli þar sem að þessi vinna búin að fara í þetta, það lítur að vera alveg sérstakt. Tengdapabbi og Siggi, það svo mikið natni búið að fara í þetta hjól, maður sér það bara. Eins og þeir segja alltaf það besta fyrir prinsessuna.
En hins vegar erum við alveg búinir að læra. Við lærðum að fyrstu útfærslunni sem við gerðum á hásingunni, hendum því öllu, gerðum aðra útgáfu. Við erum strax farnir að plana þriðju hásingun og allt sem við getum þá gert betur í henni umfram þessa. Og þá verður hún bara smíðuð hérna í róliheitum ef að henni verður og sett svo undir bara á sama hátt. Og tækið þið svo bara við pöntunum eða? Já, sko... Tengdapabbi er nú búinn að segja að hann ætla að læra öll mistökin sem hann gerir að þessu og smíða sér hjól. Og það er að sjálfsögðu öllum frjálst að hafa samband eða vantar ráðleggingar eða eitthvað svoleiðis. Það hefur myndast mikil þekking á þessari smíði og skemmtilegt að hafa velt þessu öllu saman fyrir sér og lært af öllum mistökunum. Við litum aftur í heimsókn til að fylgjast með þegar hjólið var loks klárt í pröfukeyrslu. En hvaða breytingu tekur Bergný fyrst eftir þegar þriðja hjólið er nú mætt undir mótorhjólið? Náttúrulega er algjörlega, nú getur ekki lagt hjólið í beygjum eins og maður gerir þegar bara 2 hjól. Þannig að það er svolítið svona stífar í beygjum og já, nú örugglega eftir svolítið að sakna þess. Þetta er svona viss tilfinning þessi að leggja það í beygjur. Það leyndi sér ekki gleðin hjá Bergníu þegar hún ók fyrsta hringinn og þau viðbrögð segja allt sem segja þarf hversu kærkomin viðbót mótor-3-hjólið er inn í hennar líf. Þetta er bara geðveikt. Þetta er algjör draumur. Geta að fara að hjóla aftur, það er ómetanlegt. Auðvitað á náttúrulega eftir að klára hjólið. Það er náttúrulega eftir að setja bretti og ljós og þá fer það í skoðun. En eftir það þá verð ég bara brunandi, verður ég bara stanslaust á því í sumar, held ég.